Góða kvöldið allir. Hérna T3H. Herðu, hér í kvöld verður Snorri T3IK með fyrirlesturinn sem hefur titilinn Radíostarfsemi 4x4 ferðaklúbbsins á WFF og á 38 og 15 kílóherrið á 80 metrum. Hann er hérna bæði tölvunarfræðingur og rafmagnsfræðingur segi ég. Og hann getur alveg, ég býð spenntur eftir að heyra hvað hann er að segja um þetta og ég held að þið verið hrifnir af því. Þannig endilega klappi fyrir honum og leyfið honum gefa honum góða hljóð. Já, sælir. Ég var að byrja að góða músík í gang. En Hún er í fjárskip. Já, þar sem að ég byrjaði að eiginlega barningur að ferðast á fjöllum og stoppfélagi ferðaklúbbinn 404 þá er nú hjartadóldi þar. Ég ætla að byrja á að sýna ykkur smávegis hvað jeppamenn hafa gert fyrir samfélagi. Það er bara þannig að við eigum 2 hálendi á sama landinu. Við eigum sumarhálendið og við eigum vetrarhálendið. Og þetta eru bara 2 ólíkir hlutir. Á sumrinu þá keyrum við bara á vegum og slóðum. Það eru bæði samgönguleiðir á hálendur og upplifunarleiðir. Við viljum ekki láta fækka slóðum, það er dálítið barátta sem við viljum fækka þeim. Og stór svæði á hálendinu er án vélknúin ökutækja á sumrin. Það eru Þjórsárverin og Botnstrandirnar og Lónsöræfin og þeirra. Og það eru miklar takmarkanir á akstri sem sáttur á vorin. Það er allir sammála að vera ekki keyra 2 mánuði á vorin. Þannig að, eins og við sjáum, við viljum ekki alltaf vera að keyra hvað sem er og hvenær sem er. Á veturna, þá fáum við vetrarhálendið og þá er bara snjóteppi yfir öllu. Og við megum keyra bara hvað sem er nema á einstaka stað. Og þá er bara hálendið þannig að við getum ferðast það bara eins og aðrir siglum bát. Jepparnir á Íslandi eru eins og bátar Evrópubúa. Við siglum Norðursjó, við siglum bara Vatnajökull. En það er nefnilega þannig að menn kannski sjá okkur ekki alltaf, þeir sjá bara björgunarbílana á það, en stóru hjólinn þau hugsa ekkert sjálf undir þessu bílum. Það var aðeins svona forstig að þessu. Og það byrjaði upp úr 1984 þar sem við náðum að innleiða breytingafrelsi. Við Hjalti sem hérna vorum báðir í fyrstu dekkarnefndinni, börðumstu bifreiðaeftirlitið og við náðum í gegn að hafa gert frelsi til að breyta. Og við höfum náð að verja frelsið til að ferðast. Og Ísland erum við með krefjandi aðstæður og það gaf af sér nýja ferðatækni. Og við erum, þetta er þáttið samsvörum við radioamatöruna. Við viljum hafa frelsi til þess að iðka okkar sport og við segjum þá fá að vera framfarir og gróska. Og það sama gerist í jeppabransanum. Það var ekkert sjálfsagt mál að þetta gerðist. Og það er bara þannig að meðal almennings í Íslandi og eftir staða þekking og færni til að ferðast á eigin vegum að hálendi allt árið grík. Og eins og við erum að sjá á Facebook og fréttum. Og þetta er ekkert sjálfsagt mál. Og það er út af þessu frelsi, teljum við. Ef allt hefði verið bannað og menn hefði ákveðið í þingi þeir leggjum 100 milljónir í að finna upp nýja ferðatækni. Haldið það vorið svona? Ég held ekki. Það gerist út á merkinni. Þetta er einhver búsetuöryggi og þetta er fólk sem hefur dugist að ferðast á eigin vegum og við viljum að ferðamenn fá að bera ábyrgð á sjálfur sér. Þetta er svona stikkbúndar af okkar baráttuplaggi. En nú erum við búin að boðurinu, þá er það fjarskiptin. Sko, fjarskipti í svona jeppaferðum að þetta er bara grunnbúnaður í jeppum að hafa talstöð. Og aðalatriðið er að geta talað á milli bíla. Við erum í stöðugum samskiptum, við erum kannski í 3, 4, 5 að ferðast saman. Og við erum í stöðugum samskiptum og það verður bara í fjallabílum, það verður bara að vera að vafla stöði í hverjum einasta bíl. Allir á sömu tíma. Og við þekkjum það alveg ef einn kemur með merkjum stöð að hann er bara út að aka. Í bókstaflegri merkingu. Og svo er hitt með fjarskiptin að það er samskiptum við með. Láta vita af sér og neyðarbóð. Þannig að þetta eru 2 svona ólíka þarfir. Hvaða tíðni eru þið með í samskiptum á milli bíla? Kemur áttur. Það sem er að vera að nota á fjöllum, þetta er mynd frá þessu síðustu helgi, að
Facebook er svo slæmt, maður langar alltaf að fara á fjöll til að skoða Facebook helgar. Ef við byrjum bara þar, að þið sjáu að þetta voru mennar, þeir keyrðu út allt hálendið þessi. Og þarna þeir að koma niður einhvern gildra og þarna hefur greinilega átt sér stað ákveðin samvinna, það engin vegur hérna neitt, þeir hafa fundið þessa leið og þeir hafa örugglega verið að spjalla milli bíla allan tíma. Ég að fara hérna niður bítu uppi og ég ætla að prófa hér og það eru svona samtöl, alveg stöðum, eins og bara milli manna á ferðarmann. En það sem er verið að nota á fjöllum, það var notað CB, það er notað áður, en það væri alveg hægt að nota það þá. Menn hafa notað áður gufuna og tíma voru menn að prófa tetra. En það sem er að nota í dag, það er GSM, og mikið til að láta vita af sér, og Waf-OF-ið til þess að tala mikið. Og svo hafa menn aðeins prófað Iridium gervihnatatækin og til að láta vita af sér og Starlinkið á örugglega eftir að koma inn. Utan við Starlink þá getum við bara hvað sem er á Íslandi á samskipti hvenær sem er. Nema þeir eru mest fyrir fílu af því að við erum hvað er eitthvað á slegg. Þannig að svo getur ekki. En hérna, þið vitið það að hálendið er náttúrulega öldótt og við erum bara komin á það að eftir þessi tíðninni hærri í fjarskiptum þá erum við sjónlínuháðari og á GSM-samböndum þá bara annarkvæmt nærðu þið ekki, þú verður að hafa sjónlínu og GSM-in dettur út hérna á hann í svona lægðum víða og það þýðir ekkert að bíða, þú verður bara að fara upp á hól. Waf-OF-ið er svona þarna á milli. Gamla HF-ið var þannig að þú náður allt land hvenær sem var, ekki hvenær sem var, þú náður gaslaði allt land og þú gast auðvitað bíða eftir skilurinn. Þannig að við sjáum svona karaktermuninn. Waf-OF-ið nær sumstaðar og sumstaðar ekki, en það þýðir ekkert að bíða. HF-ið nær allt en það getur auðvitað bíða eftir samskiptum. En í dag þá er þetta Waf-OF og GSM sem er mest í notkun. Waf-OF-ið er sjónlínusamband og hvað er að draga? 10-20 km, oft bara 3-4 í öldóttu landslægi. En þegar menn þurfa að ná lengri vegalengdir þá eru menn að nota endurvarpa. Og þetta eru 404 endurvarpanir. Þið veit ekki allir hvað er endurvarpi. Þú eru nokkuð að spá í það. Þetta eru endurvarpanir sem 404 rekur. Það er einn á Hlöðufelli sem er mjög góður. Það er að ná úr Reykjavík og inn í Setur, stóran hringing. Það er einn í Bláfella sem er líka mjög góður, nær inn í Setur. Og svo eru svona minni að nota þér hérna út um allt land. Jón, getur þú kannski, við erum að nota eitthvað háskerðingin og það? Já, maður notar það töluvert á Fjallabæki. Já. Grímsfjalla endurvarpinn er ekki alveg nógu góður því að hann dregur lítið frá sér. En þeir sem er á svona háum, mjóum fjöllum eins og á Hlöðufellinu. Við minnir að 42 sé ekki alveg í lagi, en 46 hefur verið það. Já, þeir eru nógu góður. Síðan eru björgunarsveitirnar að reka risa endurvarpakerfi. Og þeir athuga að þetta er allt saman eyland, þessir endurvarpa. Þetta er bara eitt stykki að vinna og annað stykki að vinna. Þeir eru ekkert samtíðir. Og við getum bætti við að sumir þeirra, eins og á Bláfellinu sem reyndar er búið að taka niður á fjórðungsöldinni og í Strúd, þar fáum við að fara inn í fjarskiptamestur neyðarlínunar og fáum straum. Getur leyft okkur að hafa hærri styrk, vantarlega 25 watt í setningu. En sumstaðar eins og á Hlöðufelli, þar sem er batterímerki hérna, Tröllakirkju, háskerðingi, þá er þetta bara batterídrifið og sólarseta. Og þá er bara sendt út á 5 wattum líklega. Við áttum því við ekki mynda, björgunarsveitirnar eru búin að hanna á flottan kassa utan upp á fjöllunum. En það sem hefur verið að gera síðust ár, það er svo mikið fyrirhafna að gera út þetta, að björgunarsveitirnar hafa verið að hleypa 404 meðlimum inn á endurvarpakerfi. En menn skrá sig á einhverju heimasíðu og menn hafa litið svo á að traffíkin er rauðlit frekar en þögnin. Þannig að það hefur verið opnað. Tíðnirnar á Waf-OF-inu, sem þú spurði þetta eru 2 metra band, örlítið fyrir ofan 2 metra amatörabandi. Amatörabandi er á 144, en grunntíðnin til dæmis á rás 45 er nálægt 153 megahertz og það er nógu langt frá til þess að stöð sem er hönnuð fyrir amatörabandið að hún er ekki vel góð á
4040 þó að sé verið að nota. En þessar tölur hérna, tíðnitölunar, þær eru aðeins breyttar. Við viljum ekki birta þær opinberlega, þannig ég bjó bara til svona smá brenglíðar. Vildur ekki birta? Af hverju er ekki birta? Menn vilja að með þess að kommersial tíðnir og þá sé bara fólk með þekkingu sem er að setja þetta inn í stöðum. Sko, IBM sagði það, við gefum út bók yfir stýrikerfið okkar og ef þið notið kótan, þá verður þið lögsóttir. Það sagði þeim að við eittum kótan, því þið gáðu það út. Það er ekki ásett milli RX og TX. Það er hlutur sem ég þarf að koma inn á. En það er bara pólisía hjá svona fjórir og flestum sem eru með svona tíðnir að vera ekki að gefa þær opinberlega þjónustuaðilarnir eiga bara að setja þetta inn. Og þeir sem eru að forrita annað þeirra stöðarnar, þeir eru að klúðra einhverja af þessu tölum. Hver má hefur leyfi til að setja inn tetraböndin? Tetraböndin? Veit það ekki. En VF stöðarnar eru forritað bara hjá þessu söluaðilum sem er að selja þetta. Það er sama og þið hafa alltaf verið að berjast yfir hérna í gamla daga með dekkin og allt þetta. Það má bara, þú verður að fá leyfi til að vera með tetraböndin, setja því í stöðuna. Fálkinn setur inn tetraböndin með leyfi frá... Já. Í tetranu er þetta mjög njörva niður, held ég. Já, þetta er mjög rætt niður. Já, í VF-inu er það aðeins losanlega, en þetta eru þessi þjónustaðalar sem selja þetta. Það sem er athyglisvert við tíðnirnar hjá 4004, ég sjáðu endurvarpan, hann tekur á móti á 154 en sendir á 163. Það er óvenju langt á milli. Það er alveg 10 megarið þarna á milli. 9,6. Já. Og það er til að geta verið með einhverju minni filtera í endurvarpana. 9,2 er það ekki? 9,2. Já, 9,2. Já. En í staðinn erum við að lenda í því að það er ekki hægt að eiginlega tjúna loftnetin til að vera best hér og hér. Og svo getum við deilt það. Hvort viltu vera með resonansinn hér eða hér? Þú verður alltaf að hafa sendinguna. Þetta er ekki bara meginu. Þið sjáið að alla beinurásinnar, þær eru með grundtíðni svipað og móttaka endurvarpans. Þú setur bara 2 loftnet. Og nei, menn er að hafa resonansi bara nær þessum tíðum og fórna frekar nefni garðar. Er þetta ekki bara út á síjónum sem þetta var sem að setja svona langt á milli? Jú. Og þetta, við bara sittum við það, þetta kerfi er bara svona og við höfum að lifa með því. En menn hafa alveg reyfist þetta, hvað sé besta tíðin. Og svo er annað í þessu, sem ég sýni ykkur hérna, að þið sjáið að grunntíðninnar eru eins að rás 47 og 52 og það er skilið á milli þeirra með sítón. Og þið ekki sítónin á VF-inu, hann opnar bara þegar það heyrir sítónu með. Þannig að ef að stöð heyrir á 151 með sítón 103 þá segir hann þetta er ás 47. Ef hún heyrir 151 með sítón 181 þá veit hún að það er á 52. Svo fórum menn lendi í vandræði, það var að fara í stórferð. Svo að raða hópum upp og hver á sinni rás. Svo fór allir saman á Vatnajökul og tilvíðan leitust allir hóparnir saman og þá hætti bara VF að virka. Og menn fór eitthvað botnið ekkert í þessu. Og þá náttúrulega gerist það að ef einn hópur og allir eru að skvaldra á 52 og annar hópur og allir eru að skvaldra á 47 og þeir koma saman að meðan þessi tala þá er ekki hægt að heyri þessu. Það lokar á hinn. Það lokar það bara. Já. Tekur á tíðninu. Og þær eru paraðar 47 og 52 með ekki hittast 48 og 51 og enginn af þessu 55 verður alltaf 3 hérna. Og eftir á að hyggja hefðum við viljað, þetta var náttúrulega hannað þegar það var mikið meiri þrengsli og mikið fleira að nota VF-tíðnir að auðvitað hefði 4004 vilja hafa bara sér grunntíðin í hverja einustu rás. En þetta er hérna, svona er þetta bara. En þú sér TX-takan bara ljósinn að kveikja á stöðinu. Já, og heyrir ekki neitt. Og þú farðar ekkert að tala ef þú sér TX-takan ljósinn í gangi. Já. Hvernig myndir þú vilja hafa þetta? Ég myndi vilja hafa sikkora grunntíðina hjá 4004 á hverja einustu rás. Já. Og það sem var gert, það eru 4, sko hver grunntíðin er að nota með svona 4 sítónum og þá var hendur að láta sitt hvort fyrirtæki fá grunntíðina þegar sítónum er á landinu. Og en 4004 er
menn hittast oft sko, við erum að nota þetta saman. Þannig að svona er þetta er Akkilesarhællinn og við sitjum við með þetta og það er ofboðslega mikil tregða í þessu kerfi. Þegar rás 58 kom inn, við endurvarpan á Hlöðufelli, þá voru mörg ár þangað til allir voru að koma þess inn í stöðvarnar. Þannig að menn ætla ekki að reyna að breyta þessu. Það er bara disaster. Og ekki bara leggja þetta niður. Og hvað er? Já, og búið til nýtt kerfi. Nei, það er menn að rækta en við bara, ef við vitum þetta, þá er þetta ekkert mál. Þetta er margra ára deiluefni. Já. Það er bara málið að í þessu fyrirlestri hér gætum við ekki marga hliðarliðastra. Þannig við þurfum aðeins að sleppa því umræðefni. En hérna, loftnetin sem við erum að nota, algengast er að nota 5/8 topp sem er í síkjum. Og 5/8 loftnet er eitthvað magic. Kann einhver 5/8 fræðin hérna? Af hverju 5/8? Það er einhver, ég var að lesa mig til að segja ykkur það. Það eina sem ég veit að það er bara eitthvað gott við það. Það er bara mesta mögnun í lárétta? Já, það er einhver 6-7 decibela mögnun. Þetta er lítil spóla hérna undir sem hendar vel bara sem gormur líka. Og 5/8 loftnetið hefur það kostað að geislar aðalega efst, sagði Siggi Harðarver. Þannig að það er gott að hafa það á bretti við hlýna gluggastaf. Það dregur vel fyrir því. Það er ekkert rosalega mikið jarðsamband en það er frekar bandmjótt. Þannig að það er pínlítið vesen að stilla þetta loftnet þannig að nái bæði sendingu og móttöku vel í endurvörpun. En þetta er það loftnet sem hefur reynst mér best. Menn hafa verið að nota kvartómitopp sem er styttri og hann er víst bandbreiðari en hann er ekki nærri eins öflugur. Það munar eitthvað 3 decibelum á þessu tvennu. Þannig að menn er að nota... Brotnar líka síðar. Hvað segir þið? Þú veist með loftnetið upp á topp er betra að vera með kvartbylgjur. Og brotnar síðar. Já. En ég spurning dótastöðunni. Nei. Og dótastöðunni er afstæður. Maður hefur líka lent í að 5/8 net það bankar annars staðar í toppinn í mjög miklu svona hristingi. En annað eins erum þannig að leggja á sig að virka að menn eru bara með 5/8 loftnet, menn eru ekki hræddir við að brotni af. Þá myndir við ekki fóra bara að staða. En allavega, þetta er bara það sem menn eru að nota og er algengast. Menn eru kannski að nota kvartómitoppinn á bílum sem setja mikið í skúr ef að loftnet rekst upp í. Og á landbrúsir konuna minnar þá er ég með topp og ég er kannski með hérna 5/8 þegar ég fyrir út á land, kvartómu innanbæðar þegar við fyrir með í skúr. Er það komið viðkvæmari akstri? Hvað sér þau? Það er fróðið viðkvæmari akstri. Nei, það er af því að húsinu verið alltaf verið í skúr sko, það er ekki að skrapa lofti. En svo erum við að nota skipaloftin, eins og við þekkir, við kalla þetta kússköltin. Þau eru jafnvel bandbreiðari, þau þurfa ekkert jarðmótvægi og ég hef nú ekki náð að mæla, sömur eru ófáðslega hrifnir af þeim, segja sér bandbreiðari, það eru nota bara 5/8 toppinn. Þannig að þau koma vel út, skipaniti. Menn segja það, menn eru svona húktir á annarkvort, en ég hef ekki séð neina svona skipulega mælingar. Og það væri mjög gaman að gera skipulega mælingu á þessu. Það er spólan mikið vandamál. Hvað segir þið? Það er spólan sem gerir það svona bandmjótt. Já. Þessi mötsum sem eru reyndið. Já, þau segja það? Já. Og... En hvað eru þið band við þessi skipalofnit? Ég veit það ekki. Þau eru bandbreiðari. En það er aldrei, ef þið rættum að þetta brotni af, takið þið kússkaft og smíðið á bíl sem að hristist mikið. Skaftið brotnar bara sjálf, niður við fólkið. Og hérna, þannig að ég er hinnar að þessu, en kalla eftir því að nú takið sér einhver til og gerir bara rannsókn á þessu, hvort er betra. Og varðandi þessu loftnet, og við vorum að tala um það áðan, að hérna, þá er ég voða gaman að fá netmóttakara upp á perluna eða einhver staðar sem við getum mælt hvað við erum að skjóta miklu afli á Vaffa-FM til að testa stöðvarnar okkar. Og vonandi tekur sér einhver til og græja það. Það er hægt á perlunni? Já, en það er eitthvað svona stilbusalegt. Já. Já, sem að gera það betur. En nóg af þessi loftnet, þetta er svona aðeins bara að segja ykkur frá því hvert er viðfangsefni. Og þetta er svona eins og með dekkin. Hver verður húgt á sín dekk, hver verður húgt á sín loftnet og þú getur ekki valið dekkandi á öðrum frekar nei einhvern, það verður bara að velja sjálfur.
Þannig að það. Síðan látum við þetta bara dögum að fá eftir. Svo það stuttbylgjan. Og þá getum við farið að tala um það. Hvað ætlum við að gera þegar öll miðstýrðu kerfin bregðast? Og við vitum að HF tíðniböndin, eins og við sagðum það, þau draga þess vegna bara erlendis. Við getum þetta býðið til skilurðum. Þetta hefur ekki þótt mjög spennandi tækni eftir að öll í fjarskiptakerfin komu. En Gufunestíðnirnar eru þó til ennþá, þó sé búið að leggja niður vöktunni á Gufunesi. Og við megum alveg nota 2090 þessar, en 2090 er bara ónýtt. Það bara svo mikið af truflunum en halda þetta sem einhver erlendur hér með stafræn samskipti og það bara, eins og einhver spurði, þetta kínverjarnir í Neðabrjóðholti eða eitthvað, það svona mjög furðuleg hljóð. Hver stendur þú? Vitum það ekki. Einhver hélt þetta verið norski hérinn. Eins vel og við pössum okkur að virða alla reglur á HF-inu, að hér virða enga reglur. Þeir bara búa til það sem við sýnist. Þannig að það búið að yfirgnæfa okkur hérna. Það sem gerðist fyrir nokkrum árum var að þegar við fórum að hafa áhuga nokkrir á að nördast með þessa tíðnir og leika okkur, að þá komist við að því að það eru til tíðnir sem björgunarsveitirnar. Og þegar við vorum að tala við björgunarsveitirnar, þá kveiktum við strax á því að þetta var dáinn út áhuginn á þessu innan björgunarsveitanna, en það var allir áhugir að því hvað gerist næst þegar miðstýrikerfið hrynja. Og það var bara eiginlega tekin ákvörðun að leyfa þeim sem nenna að nota þessa tíðnir að svona vissum skilyrðum uppfylltum, aðallega með virðilegu reglur. Og þannig að það sé bara til í landinu þekking til að vinna á þessum tíðnum. Og það ákveðin hópur, kannski svona 20-30 manna hópur, sem aðeins að leika sér á þessum tíðnum. Gufunestíðnirnar eru orðnar 4. Þessi aftasta 2761, hún komin sem 4 tíðni. Já. Dúglistíðni mestu síma, þessi rás 3 sko. Já, sem var skiptið. Já, við skiptum, við fengum þessa líka 2761. Já. Sem 4. tíðni. Hún var sko sitt á tíðni fyrir sending og móttöku. Það var rás 3. Eru dúglistíðnir í þessu? En við megum nota þetta sitt á veginn. En við erum ekkert að nota þetta. Þetta er ekkert að gera sig. Við erum bara að leika okkur á þessum tíðni hérna. Og aðalega 38.15. Og það hérna tíðnin sem við höfum svona fundið út að jafnbest á Íslandi. Og það stemmir alveg við fyrirlesturinn hans Andrésar daginn. Að á morgnana helgar þegar maður er á fjöllum, að þá nær maður mjög oft vel á 38.15. Svipað og menn eru náttúrulega með 36-37 allt land. Og ég sá alveg á gröfunum hjá honum Andrési að þetta stóðst alveg. En í þessu þá höfum við fundið stöð frá Kenwood sem heitir TK90 til CMR og höfum verið að nota hana. 38.15, er það virkilega opin tíðni hérna á Íslandi? Já, björgunarsveitirnar eiga hana, en þeir leyfa mannum að nota hana ef við skrifum undir samning að þeir ætla að virða lög og reglu og gæta sig. Það er alveg DX-tími sko Bandaríkjunum í Japan. 38.15. Nú sko jáður sem að samþykkja þessu tíðni. Já, en það er stundum truflun á henni. Hvað segir þú? Það er stundum truflun á henni. Og þá höfum við hoppað yfir á 38-35. En græða sem við erum að nota, það hefur verið þessi stöð hérna. Og hún býður upp á svokallaðan Selkol sem við getum ekki krufið núna. Hún er lítið stærri en Waffo F. Mjög skemmtileg græða. Náskyld innvolsinu á Kenwood TX 480, veitum það ekki. Þessi sama borði í henni. Bara hann að interface til að gera maður hvað með síðan. Og menn aðeins að nota þetta, þið sjáu Gufunesstöngur á þessum. Þessi bíl með svona TK90 stöð. Og klassíska Gufunestöng. Og klassísk Gufunestöng, hún er náttúrulega fyrir 80 metra. Hún setur ekkert 80 eða halvbylgi 20 metra loftnett. Hver á þennan bílinn? Það er önnur saga. og við getum aðtofað það að mann eru gömlu Gufunesstangirnar sem voru gerðar fyrir 2090 og þeir séu á 38.15 og 30% hærri tíðni ef við notum Gufunestöngina og spólan er til að leiðrétta resonansinn þannig að hún
rafmagni heldur að sé að fara í gegnum í hálfbylgju eða heilbylgju. Að við gamlu guðunastöðunum með 2090 við getum verið með hana þriðjungi styttri spóluna á 38.15. En þetta bara klassísk stöng, þessi reyndar með títaníulegg sem að smíða því. En það bróður minn og annar sem eiga þennan bíl saman. Fyrst fengum við þessa viltu hugmynd að gera þetta, sem við alltaf deilum. Svo fengum við hugmynd að framkvæma þetta. Og svo kláruðu þeirra sem var þriðja bílurinn á 4 árum. En það virkar. Það sem að gerist fyrir að vera með svona spólu, floating coil, til að láta resonansin vera lægri tíðni heldur en raunverulega loftnetið heppilegt fyrir, þá verður það rosalega bandmjótt. Og þetta bara mæling hérna á antennaanalyzer með plus mínus 500. Þið sjáuð að það má ekkert fara út fyrir stillinguna, þá ertu komið bullandi stabil. Sem þýðir að á svona loftneti þá læsir þið bara á eina tíðni. Þú ert bara einn í tíðni. Nema að þú setur einhverja tappa hérna og setja hoppa á milli eins og hann gert og köpum setja með til hann. Ég ekki hægt að vera með eitthvað svo tjónbóksin í bílum. Næsta gæla. En hérna, við vorum nú að stilla bílinn hjá hún að Hjalta daginn. Þannig að við varum börban með svona flottur loftneti, en það flottari bíl, séu sem við. Og hérna, þetta svo vakurt, við vorum með henni í stóru iðnaðarhúsnæði, að við þurfum að fara með hann út til þess að mæla aftur. Þá færðist hann á þessu grafi svona 2 mm. Þannig að við stiltum að þannig að úti hann réttur. Og þetta akkilleshællinn við þessar klassísku stangir. Það læsast á eina tíðni og eru með viðkvæmar fyrir breytum og bílum. Við höfum gert þetta, leikja okkur aðeins með þetta og ég til dæmis svo heppinn að eiga stóran pick-up og hann með plasthúsi og það sem ég geri að ég með spólunum neðan á plasthúsinu aftast, leggjum niður á skúffuna og þar neðri spólan og svo ég bara með sítutopp fyrir ofan. Þannig að það ekkert utan á bílnum nema bara efri toppinn. Og þá get ég notað bara sépjakorm og þetta lítur voða vel út. Þetta lítur ágætlega út á það líka. Og þið sjáu hérna toppinn. Ég finnst það voða flottur. Það ekki með heila stöng. Sumir vilja hafa guðunastöngina, en þetta svona sitt bara stílinn. Og það plasthús hérna aftan á sem gefur möguleikann á að fela þetta þarna inni. En það sem ég geri, ég sjá þetta kannski ekki nógu vel. Þetta aftast, stöngin hérna fyrir ofan, festing og það bara tekið í gegn bolti. Hér spóla úr hérna gamlu landsímalofneti. Ég sjá það við á tappinn að leggurinn bara hérna í formi vís og hérna fótspóla. Og þá get ég verið að leggja þegar hann svo þurfa að vera að opna, vera með þetta inn í bílnum. Og þá er ég búinn að missa. Það vantar hérna. Ótrúlegt þetta að vera þessi frosinn. Hérna sjáum við þetta betur, fótspólun hérna bara. Ég leyfi mér að hafa hana að opna og lóða inn á hana. Það þetta inni. Og svo hún alltaf tætt hérna, maður að prófa alls konar tíðnir. Og það ótrúlega mikið vinna. Þess að ákvæmt var bandmjólk á hann. Og svo tekur maður vír hérna, veldan á spólunni og færir á milli. Og svo þetta var á þessum réttum og ætlar að bæta öðrum við. Þá aftjúnast þessi, þannig að maður svona heillengi að fikta, færa þá alltaf til. Þá getur þetta allt orðið mjög suppulegt. En svona hefur verið að fikta með þetta. Og ég hef verið að velta fyrir mér að setja bara relay á þetta. Geta svissað með relayin inn á. Ég var með þess að ég er búinn að kaupa þau, þá ætti bara til að klára að smíða. Svo höfum við verið að fikta hérna. Þetta víst Rollsinn. Það er Master Mobile spólunar. Það víst ideal spóla fyrir hérna svona stangir. Og það vegna þess, og eins og gamlu símalofnettin, að það minnstu töpin ef að spólan bara í andrúmslofti. Það sem var gert á Íslandi var að það var smíðað, sem ekki hafa þróaði það, á nærokkup form með ákveðnum gæðum, að minnka aðeins kúið
í staðinn eftir mikið sterkari spólum. Og við höfum verið að leika okkur hérna, við höfum verið svona aðeins að prófa að smíða þetta, það þurfi ekki alltaf að finna gaman slóttmynd. Og þið sjá að þessi spól er mikið styttri heldur en 2090 spóluna voru. Og nú erum við með spurningu handa ykkur öllum. Er verra að vera með ryðfrítt í þessu heldur en kopar eða stál? Veit það einhver? Ryðfrítt í hverju? Í stönginni, leggnum. En það er sko, það er þetta ekki alveg sama með sko hvaða tegundar ryðfríu stáli. Já. Ryðfrítt stáli er svona ferromagnættur, þannig að það myndar viðnám á RF. Þannig að sér það ekki mikið að ryðfríu í loftnefnum. Nei. Já, satt. Þá þurfum við að passa okkur þessu. En títaníum? Það er örugglega allt í lagi. Já. Það er eins og ál. Já. En við höfum verið að smíða, vorum að prófa að smíða þetta bara úr ryðfríum bolta. Eigum við að fara í koparinn frekar? Eða eigum við bara að ignora þetta og segja að þetta skiptir? Sko, það fer aðeins, ég var að leita þessu, það fer aðeins eftir hérna nákvæmlega hvað tegund af ryðfríu varði blönduna. Já. En þið sjáu að þetta er bara tækifæri fyrir ykkur að fara að byrta og koma inn í þetta og þróa. En hérna, það sem við höfum verið að gera, og þarna komum við að þessu með tjúnerinn, þegar ég var á patrólum, þá var ég með SG230 græðið upp á þakki, sem er autotjúner. Sleppti, setti bara einangra í staðinn fyrir fótspóluna og fýtaði hérna beint inn á, var með legg og stilti þessa. Og af því þetta er svo bandmjótt, að þó ég væri bara á einni tíðni, ef það kom slipta eða loftneti hallaðist á leiðrétti tjúnerinn fyrir þetta fór úr synki. Svo gat maður gert annað sem var búið skemmtilegt. Ég var með bananatengi hérna, þannig að þegar var stoppaði og vildi ná lengra, þá bara kippti ég sundur, setti spotta hérna í einangra, setti víri hérna og strengdi hann svo bara upp í fjall. Og þá náði maður miklu meira. Og þá var nú gott að vera á patról og fara bara fram úr og bíða eftir hinnum og strekka vírin. Sem tókst ekki alltaf. Þegar þetta vatni í einhvers menn, þeir dróðu þetta bara eftir sig. Já, ég veit það. Og snjórinn er þannig, þetta er eins og hafði bara aftur úr flugvél. Já. Þó hafa við verið að draga þetta í þurru hrauni með góðum árangri. Ég prófaði þetta einu svona kjálvegi með vinnu mín og það var slitið áður og komast bara upp, hálsi hjá grjóðkvæðum. Það þarf að vera með góður vír í þessu. Að draga vír á snjó er mjög sniðugt. Þannig að við höfum verið, og það er bara verulegur munur að fara í hálfbylgjuvír, eða hreinlega heilbylgjuvír eins og versus stöngina hérna sem er með spólu til að redda því að bíllinn er svo lítill að hún nærði ekki bylgjurundi. Og þetta er mjög skemmtilegt. Og frágangurinn upp á þakinu á patrólunni, þið sjáu þetta betur hérna, það var bara tókgrindinni. Og ég gerði mjög gott jarðsamband, tók svo kapalinn hérna niður í stöðina. Þetta bara sín virkaði. Og hérna, síðan eru náttúrulega fullt af radíóamateurum innan fjallaferðamanna og það eru mjög margir félagsmenn í 44 sem var náð sér í réttindi. Og það var, fyrir svona 10 árum, var ákveðið gengi sem var rosalega duglegt verið með amatörastöðvar, Hálafrísestin í sjó og þau voru með Hamstik, Freysi heitir nú og Bragi, hvað hérna? Bragi og hann umhverfisnefndinni. Þeir voru nokkri gaurar, bara mjög virkir. Og það væri búið gaman og það eru alltaf á hverju námskeiði, 2-3 svona 4 ferðamenn. Þannig að við vorum að vona að það byggist bara upp 3-6, eða svona amatörarsamfélag á fjöllum samhliða 38-15. Og hérna, það er svona alveg von til þess. En þetta var svona það sem ég ætlaði að segja ykkur. Þannig að ég setti bara þetta mynd af systurminni sem var líka hérna. Norri, hérna, þú ert að vita að láréttarstangir í hérna innanlands fjarskiptum. Já. Þá nær betri samböndum heldur á Já, það er þetta NVIS-hrif. Já, þessi NVIS-áhrif. Já, og það er hlutur sem að þegar mann er þjálfaðir geta nýtt sér. Annarkvæmst ert að tala á jarðbylgju og mín reynsla er að þú ert ekkert að ná þessa 70-80 km jarðbylgju í bílstjórn. Þú ert að ná svona 50 km. Ef þú ætlar að fara lengra, þá þarftu að nota jónahvolfspeglun og þá borgar sig að halla stönginni og aftur, auðvitað.
Þú vilt láta stöngina halla aftur, alveg eins og þú vilt ekki klappa ketti aftur á bak þegar þú ert að keyra. Og vísa bara bílnum að staðinu sem ætlar að senda. Og þetta var náttúrulega gert mikið í gamla daga, á rútunum, þetta bara staðfallaðist. Og flutningabílunum. Já, þess að þeir vissu. Já. En þarf ekki að tjúna spóluna á nýtt? Jú, en þar kemur autotjúnurinn sterkurinn líka. Hvað er ekki að tjóna sig? Enga stund. Þú heyrir bara svona rílega suð og svo neglir þetta. Er tjúner í þessum kemútstöðum sem að Nei, en það er hægt að fá tjúner sem fer bara á Coax og svo náttúrulega gengur SG230 tjúnerinn léttir við bara með öllu stöðum. Það eina sem þarf að passa í bíl er að það er hægt að fá græju með honum sem læsir honum, að reyna ekki að tjúna. Því að ef maður er að tala og er í akstri og stöngin er að kastast í og hann er ekki læstur tjúneri þá verður hann alltaf að tjúna með að maður er að tala. Og það er bara þannig að það þarf að hafa brennandi áhuga og hafa þetta aðeins í puttónu til að ná árangri með þessum ávitum. Er það rétt muna hjá mér að nýtnin í þessum loftnetum á 2090, stangarloftni sem er kannski upp í 4 metrar loft með neðrilegnum, sé að starra með 3% eða eitthvað? Ég hef heyrt það, já. Það er ótrúlega lágt. Það er óskaplega mjög lágt, sko. Já. En nú er þið alltaf að stækka bíluna í Japana. Það er svarið við því að bara stækka spólum, að fara í kóparur. Já. Það er svo bandræði. Já, og einhvers staðar las ég í einhverju ARN-bók að ef bíllinn er stærri eða farartæki þá skiptir spólan, skiptir leggurinn minna máli. Og þá gætum við verið með spóluna beint í framhald af tjúnernum og þá gæti tjúnerinn verið að breyta resonansinum. Hefur nokkuð prófað það núna síðan að Karl Eiríksson, TF3CJ, það var líka fólk, hann var rosalega R6, hann var með loftnet og stóra spólu inn í bílnum, sem var eitthvað svona þvermál og svona löng. Svo var hann með legg sem var, ég man ekki hvað sem, ekki með 2 metra langur eða svo. Svo var hann með kapasitívan hatt eins og öfuga regl líka. Já, ég hef heyrt að kapasitífur hattur ofan á bílstöng gæfi miklu meiri nýtni. Það er ekki gott að vera upp á jökli með eitthvað víravirki efst á stöngin. Við þekkjum það nú sem er að ferðast á fjöllum upp á Grímsfjöllum að stanginnar eru komið með af ísingu og menn voru að fara út til að brjóta ís af stöngunum svo það brotnið ekki. Ísingin er náttúrulega, við erum að fást við með sérstakar aðstæður á Íslandi og Sigga Harðarloftnet er náttúrulega alveg meitlað bara af mjög erfiðum mekanískum aðstæðum. En þetta er ákveðin challenge, þannig að árangri með þetta og okkur finnst þetta mjög skemmtilegt og nú ætlum við bara að sjá við fleiri á HF. Ein spurning sem við VFF. Það er einhver rás sem allir með nota og líka við radioamatörar og bara getur að fá. Já, það er rás 45. 45. Er það 154, 100? 153, 153. Já, hún er opin. Er hún eitthvað notuð svona? Já, það er svona aðal mjög mikið notuð. Grunnrásin. En sú rás, ef við hoppum tilbaka og skoðum tíni dæmið, það er engin, á 45, er engin sítón sem þýðir að maður þarf að nota skvölsinn í stöðinni og það eru oft truflanir. En þegar þú ert með sítón, þá náttúrulega bara annarkvort heyrur bara vel eða ekki neitt. Sítónin er náttúrulega eins og skvels. 45 dregur lengra út af þessu. Já. Svo erum við aftur móti líka með það vandamál þegar við vorum með síbíið á EM í gamla dag. Við vitum muninn á, þetta er allt saman FM. EM er náttúrulega dregur, þú heyrið þó að það sé dauft. FM er klippir og það er voðalega stutt bil á milli þess að heyra vel og ekkert á þessum stöðum öllum. Þannig að bara heyrir við ekki. Og stundum langar mann að ná sér í gamla CB-stöðu og vita svona hvað, hún er svona milli HF og VFF í tíðinni. Er þetta ekki ástæðan fyrir því að við nota EM í fluginu en ekki FM? Jú. Lengi vel, það var til að geta heyrt daufu neyðarköllum bakið tal. Þannig að þetta stemmir alveg við öll fjarskiptafræði, sko. Ef maður skjóta einu inn þarna varandi 42 sem er ekki með sítón. Já. Það er oft, ég verð oft var við truflanir nálægt háspennulínum af því að það er einhver yfirsveifla þar sem kemur inn á rás 42. Já. Það er sérstaklega lína sem er fyrir norðan Skjaldbreið.
Já. En það svona, já, praktísk, á fjöllum erum við ofta að nota þessa pínu hérna. Og skjaldbreið. Já. Línan norðan við skjaldbreið, já. Það 2 línar þar. Og það leiðrétting að stöða Mývatni fyrir svona. Já. Það getur að sagt að tíðinu. Já. En ef þú ert með hérna toppinn og legginn niðri, já. Ekki dálítið mikil útistum frá leggnum líka? Jú. Og færð það þá bara inn í bílnum? Í teóriðinni, þegar maður haldið það, en þetta í plasthúsi hérna. Þannig að þú færð það bara í andlitið í staðinn? Já, ég dálítið langt frá. En það náttúrulega eitt við þetta HF og eins og að vera með spóluna fyrir framan sig inn í framrúðu og svona. Það alltaf hægt á RF-bruna með HF. Það mennur að nála þessu. Til að háspenna akkurat í þægibúttunum þannig í toppinu? Hvað það senda á miklu atriðum á HF? 100 watt. Og það ákveðni staðir, já, þar sem maður má ekki koma nálægt. Eins og við þekkja. Þessi RF-bruna er lúskur, fyrir svo örbylgjum. En já, þetta var nú svona punktarnir. Segðu mér, hvort erfiðar að senda eða taka móti? Í þessu kerfi, þú erum búin að setja stöngin á bílinn. Heyrurðu betur í stöðinu heldur en að senda frá? Já, ég held það nú. Það sko, þetta náttúrulega alveg sitt hvor eiginleikinn að hlusta eða að senda. Og væntanlega eftir að hlusta eftir svo litlu afli að þá skiptir stambylgjan inn á máli, en ef þú senda á mæti stambylgi þá keyra stöðvarnar sig bara niður. Þannig að þetta alveg sitt hvor eiginleikinn. En það mjög skemmtilegt að koma sér upp græjum að geta dregið út vír og verið með alvöru sendingu. Og með þessum nýju tækjum, loftnetaanalæsum frá RIG, þetta RIG Expert. Þá getur maður svo vel átt að segja hvað að gerast í stönginni og maður að leika sig þessu. Það var bara að víra á eftir sér, hann var nýjeftir í útileikum til TF, þá var komið lög, en hann keyrði hérna frá Laugarvatni og þar inn úr á sömalagi sko. Dró bara víra eftir sér og hann var með autotuner og það virkaði mjög vel hjá hann. Já, það menn segja að það er svo mikið hraun á Íslandi. Það er svo þurrt. Þetta er eins og að vera að draga bara upp í free space. Og hérna, þegar þú ert á þurrum svæðum, þá virkar það vist bara eins og að vera að hengja þetta aftur á flugur. Og upp á jöklum, að ísinn er eins og andrúmsloft vist líka af þegar snjór. Það er eins og að vera bara hátt uppi. En þessi sem sagt, allavega í mínum félagahóp, þá bara græja maður sig og er á ferðinni að tala dálítið. Það er aldrei tími til þess að stoppa og fara að gera rannsóknir og mælingar á samanburði. Þú er elda. En það við vorum að tala um það áðan, það væri búið gaman ef einhver nefndi að búa til og þrívítaprenta grind sem myndi vera svona loftspóla. Það er að leika sem mikið að þessu. Og svo er líka óþólandi, þetta er bara lakkhúðaður vír sem að færa hérna á rafmagnsverkstæðum. Ef við fyndum tinhúðaðan kopavír, þá verður mikið auðveldara að lofa það. Þannig að það er fullt af tækifærum að leika sig þannig. Hvað er sérleikast það með þessu? Svona kvarat. Þegar þú segir þetta tinhúðar kopavír, það? Ekki betra af silfurhúða, því nú er þetta skinneffekt sem og réttir í óborðar virkna sem leiðandi. Tinn leiðir illa, það er meira tapp. Tinnið er kannski meira til þess að geta lóðað á hann, sko. Tappað inn á hann. Og tinnið er náttúrulega þunn. En það getur verið rétt hjá þér. Það er silfurhúða, við gerðum það en kannan það með einhverjum rétt. Svo sagði nú Vili Radiomerik að kringlóttu vír er ekkert ídeal. Að flatjárn upp á rönd sem væri beygt svona. Svipað á gormandi sem var að labba niður stiga, þeir eru alltaf svona flat. Það væri ídeal formið á vírunum hérna. Þannig ef einhvern nennir að smíða flatjárn og beygja það upp á rönd. Þannig ég vona bara, ég sé svo mikið tækifæri í þessu, það vantar bara tíma. Þannig að við leggjum okkur saman og förum að þykta. Þú getur fengið svona vír sem er í því formi, sko. Já. Svo rollerspólur sem er einmitt svona. Rollerspólur sem er einmitt svona. Já. Stórar. Já. Og það er kannski líka einhvers konar skinneffekt, það er meira yfirborð. Það er gríðlegt. En það væri voða gaman ef einhverju færi að leika sér að því að optimera svona HF-loftnet á faratekni.
taka bolta það sem var Siggi Hjálmar hætti. En þetta var svona það sem ég hafði að segja. Og